það góða við hann og hún ekki öll eins. En svona í alvöru talað þá gekk aftur svona gamall draugur í fæðufréttum, næringafræðilegum fréttum yfir heimsbyggðina að í útreikningum hver fæðuþörf mannkyns og verður, þá augljóst að menn verða að nýta sér þann fæðustofn sem felst í skordýrum heimsins. Já. Þetta nú verið rætt áður en við nú komist hjá því að þurfa að fá eitthvað svona rossaflugu spagetti eða einhvern pötturétt til breytan. Þannig að þetta verður ekki þjóðþægi flug í súpunni, heldur það engin flug í súpunni. Nei, það nú verður bara kipa því í liði. En það ákveðin náttúrulega næring þarna ónotuð ef við erum að hugsa mannskepnuna og það nú reyndar sumstaðar í veröldinni sem þetta gert. Já. Steinar Aðalbjörnsson, heill og sæll. Sælir. Næringafræðingurinn, hefur hann innsýnin í heim skordýranna svona, hvaða efni eru þar að finna okkur til framdráttar? Ég hef svo sem ekki mikið pælt í þessu, ég held að fáir næringafræðingar hafi gert það, en það í raun og veru engin ástæða til þess að gera það ekki. Eins og þið nefndu að þá 2050 þá gæti verið að við myndum lenda í einhverju vandræðum samkvæmt niðurstöðum Sameinuðu þjóðanna, og þá spurning hvort við getum nýtt okkur þessar lífverur til þess að auka einmitt næringargildi þess að við erum að láta ofan í okkur. Og kannski eru menn eins og staðan í dag frekar að horfa á þetta sem lausn við vanda það sem að fólk kannski hefur ekki nægilega mikið ofan í sig núna. Já. Og þar að leiðandi þekkjum við kannski ekki að leggja okkur skordýr til munns, og erum við að henda það miklu mat svona vestrænar þjóðir, við höfum svo sem engan áhuga á þessu eða áhyggjur. En þessar lífverur eru klárlega, ef ég má segja svo, ég geri það náttúrulega með brosóvar, þær eru hentugar út frá næringargildi. Það eru þarna til dæmis, ekki sagt ykkur frá einu verkefni sem að Matís og Íslensk Matorka og Háskóli Íslands í núna. Við erum að nota svörtu hermannafluguna til þess að búa til hráefni fyrir okkur, til þess að nota í fiskeldi, og það er lirfur sem að við notum síðan í fiskeldi. Það eru mjög næringaríkar, háar í próteinum og háar í fitu, og gæti þar leðandi til dæmis henta mjög vel að lágkolvetna matvæðinu. Já, það er sem það vilja. Það sem að það vilja. Hvað er hermannafluga? Það er bara ein tegund af flugu sem að lifir ekki hér á Íslandi, en við höfum nota hana til þess að taka úrgang, og lirfurflugna eru þannig, og lirfur margra skortir eru þannig að það geta nýtt alveg gríðarlega vel, til dæmis fyrir 1 gram eða 2 gram af því sem þau borða innan gæsalappa, getur kannski komið í raun og veru matur innan gæsalappa sem er kannski helmingurinn af því sem að þær létu ofan í sig, á meðan þessi hlutföll eru miklu óhagstæðari til dæmis með nautgripi. Þá fáum við miklu minna fyrir fóðrið sem við gefum nautgripum. Þannig að þarna er komið mjög svona effektíft, það er að segja, lirfaflugunar eru mjög góð í að búa til mat úr því hráefni, og það getur bara verið hreinlega sorp, hlutir sem við myndum annars henda bara hreinlega. Já, er þetta stórt kvikindi þessi hermannafluga? Nei, hún er nú ekki, hún er kannski, þumallinn á kallmönnum, við erum kannski að tala um að það sé nöglinn cirka bát, eins og hún er núna. Lítil randafluga? Já, þetta er lirfan er þannig og áður en þetta klekst út, þá er þetta nýtt sem fæði, og það getur við mannskepna gert það sama. Vegna þess að lirfan til dæmis af þessari flugu, svörtu hermannaflugunni, hún er gríðarlega næringarík, sem ég sagði áðan, með fullt af próteinum og fitu, og þar auki er talsvert af vítaminu, þá sérstaklega B-vítaminu. Þannig að þetta hljómar illa, en þetta er alls ekki langt frá okkur og á ekki að vera langt frá okkur, vegna þess að það ef við getum nýtt okkur þetta,
við myndum spara, til dæmis spara orku, við myndum spara minni úrgangur og svo framvegis. Þannig að það er ýmislegt sem að hentar móðir í jörð sem og mannfólkinu að nýta sér þetta. Hefur þú smakkað þessa lirfu? Nei, ég ætlaði að fara að segja, ég hef ekki smakkað hana eða. Hún er ekki tilbúin fyrir fiskinn í fiskeldinu, en það getur vel verið, ég skal að segja ykkur frá því að þegar ég hef búin að steikja hana pönnu hvernig hún bragðast. Létt steikt upp úr smjör. En þetta er ekkert sko argandi vitlaust sko. Nei. En í fjarlægum heimslutum, ég sko segja bara í Afríku og sem staðar í Asíu, þá er þetta tíðkað. Já. Bæði af trúarlegum ástæðum og eins líka bara hreinlega því að fólk er ekki með neitt til að setja ofan í sig annað en þetta. Nei. Þannig að þetta svo náttúrulega skiptir miklu máli að þegar að við förum að skoða þetta alvarlega að leggja okkur þetta til munns, þá skiptir miklu máli til dæmis að elda eins og við viljum leggja okkur húsfluguna til munns, að hún ber með sér sýkla náttúrulega og að sjálfsög þarf að steikja hana well done á pönnunni. Eða tsetse-flugan. Já. Og malarían. Akkurat. Þetta er mjög áhugavert og þetta mjög spennandi og í raun og veru við sem Íslendingar, við höfum ekki efni á því að fúlsa við þessu þjóðin sem að étur sússaða fútspunga sko. Nei. Þannig að ég held að við getum alveg skoða þetta sem valmöguleika. Já, þetta er athugunarvirði og menni ekki að horfa fram hjá þessu. Nei. Steinar Albjörnsson, kærar þakkir fyrir þetta. Við skulum, þú lætur okkur vita um leið út búin að steikja fyrsta skamtinn af lirfu hermannaflugunar. Já, ég skal gera það. Segðu okkur hvernig hún er að bragðið, sætið eða súr. Takk fyrir þetta. Takk fyrir það.